Framsóknarmenn hafa alltaf viljað framkvæma, við höfum alltaf viljað gera hlutina. Þannig að við lögðum fram 18 punkta tillögur það hvernig við teldum að við gætum koma okkur út úr þessu vanda, þessu gífurlega vanda sem Ísland stendur frammi fyrir. Þekktasta tillagan af þessum 18 er 20% tillagan. Það sem við erum að leggja til leiðréttingu á skuldum heimila og fyrirtækja í landinu. Og við erum að gera ákveðna svona sanngirniskröfu að það afskriftir sem eru að koma frá erlendu kröfuhöfum inn í bankakerfið, að það skili sér til íslensks almennings. Þannig að íslenskur almenningur geta á móti síðan staðið undir því að borga sína skuldir. Þannig að við getum byrjað upp á nýtt, má segja. Það eru margir sem hafa talað það að 20% tillagan okkar sé mjög róttæk og sé jafnvel mjög dýr. En það sem við höfum spurt á móti það hvað kostar það ef það verður kerfishrun hérna á Íslandi? Hvað kostar það ef þúsundir fjölskyldna þurfa að missa heimili sín? Ef það eru þúsundir fyrirtækja sem fara á hausinn? Hvað kostar það íslenskt samfélag? Hvað kostar það ef allt saman hrynur? Og þess vegna teljum við að það sé þess virði að við förum í þessa aðgerð. Þetta er almenn aðgerð og hún er til bjargar heimilum og fyrirtækjum í landinu.